Yfirborðsflatarmál réttstrendings er hvað við þurfum mikið af málningu eða dúk eða einhverju til þess að þekja allan réttstrendinginn. Við skulum teikna réttstrending og við skulum gefa okkur að þetta séu sentimetrar og hliðarlengdirnar eru 3, 4 og 2. Það sem við þurfum að gera er að reikna hvert flöt fyrir sig, en af því að þetta er réttstrendingur en er reglulegur, þá er hlið hér en það er önnur nákvæmlega eins hlið hérna á bakvið. Þannig að þessi hlið er jafnstór og þessi hlið. Þessi hlið er jafnstór og þessi hérna hlið er jafnstór og þessi. Þannig að það eru 2 af hverju og þetta eru 3 mismunandi hliðar. Ef þetta er teningur og allar hliðar jafnar, þá finn ég bara eina og margfalda með 6 því þær eru 6 í heildina. Það sem ég þarf að gera er að segja lengd sinnum breidd á hverri hlið fyrir sig. Nú þarf ég bara að byrja einhvers staðar og ég ætla að byrja á botninum sem er það sama á toppurinn hérna og það er 3 sinnum 4 sinnum 2 af því það eru 2 svoleiðis. Svo ætla ég að taka hérna endan, þennan hér, hann er 3 sinnum 2 sinnum 4 og að lokum hina hliðina hérna 4 sinnum 2 sinnum, hér áttu nú að vera ekki sinnum 4, heldur að sjálfsögðu sinnum 2 af því það eru 2 svoleiðis. Þið séu það er alltaf sinnum 2 í endanum. Það er annað sem er svolítið merkilegt að það er 3 er tvisvar, 2 er tvisvar og 4 er tvisvar. Og sama tala, því að þetta er aldrei sama talan, er aldrei saman í línu. Þetta er bara alveg sér. Svo reikna ég bara út úr þessu. Ég fæ út úr þessu fæ ég 24, út úr þessu fæ ég 12 og út úr þessu fæ ég 16. Svo legg ég þetta allt saman og ég fæ 52 sentimetra. Ef þetta er fast á einhverju, þá þarf ég að passa að sleppa þeirri hlið úr sem er föst við, því að ef ég á að mála þetta eitthvað þá mála ég ekki hliðina sem þetta er límt á.